Ein og nú að hefjast afmælisveisla Elíasar og Guðrúnar. Fólkið að streyma í salinn. Þetta skot tekið hér inn á klósetti og því til sannmyndamerkis getur Ingi beint myndavélinni að pissuskálinni. Hér allt hreint og fínt og ekkert á gólfinu en það kann að breytast þegar líður nóttina. Hvað hérna, ég getur ekki komið einu svona æskuðsögur eða eitthvað Elíasi? Já, sko, Elías var náttúrulega mikill dundari og einfari og fór svona og fór stundum snemma á morgnana niður í Landeyjar og þar heyrði maður sönginn, þar sem hann var að syngja með sjálfum sér þegar hann var lítill. Já, hann var svona bara í þessu, já. Já, hann var mikill. Vaknaði á langt á undan öllum. Stundum gerði hann það, já, hann var færinn út á undan öllum. Og var alltaf að skoða, velta við steinum, skoðandi hann í moldina og spekulera og spá. Já, sjá hvort hann fyrir að velta við einhverjum steinum á eftir, sko. Já, spurning sko hvort það verði ekki velt í stórfíltímur á eftir. Já. Og grafið djúpt. Elías nú átakamikill maður eins og dæminn sann. Að taka Guðný, fallegasta gestinum á barnum. Já, segja það. Það er bara ég á barnum. Ert þú eysinn? Ég get alveg orðið það. Skemmtilegt að sjá þig þarna með barinn hérna. Ekki nefnir því að það... Ég er betri hérna megin. Finnst þér það sjálfur? Þá er enginn fyrir Þú veit ekki hvað þú gerir? Nei. Það er á aðra ballu. Það er alveg svært. Það verður það margt hjá þér. Hvað regnar ballu? Það verður veit. 126 á listanum, það er bara hvernig þetta koma. Síðan það margir konur, við höfum þetta að eina. Það er okkur að vanta morgunmáttur. Ekki að það, nei, það má þjappa mikið börn. Þetta dóttir að fólk. Naglið, ætli þið að sitja þarna sem við sitjum? Er þetta að vera þetta ból hérna? Já. Ég er bara að spekulera í hvað tegum, hvernig það Þorskur bakka, þú var verið að taka hana svona þessum orðinu. Það voru það ánægð með það. En það hvenær eigum við að segja söguna þegar við löpum norður á Dranga? Ég get sagt þér það að það er búið að vera að skrifa í Strandapóstinn ómerkilegar sögur ómerkilega menn, ómerkileg tilefni og bara allt ómerkilegt. En þetta var allt saman merkilegt sem við gerðum. En merkilegast var það náttúrulega þegar þú faukst. Þegar þú varst að vera hálsinn. Ef þú hefur ekki haft þetta í bakpokanum þá hefur við aldrei séð þig aftur. Það vildi til að þú hafðir nestið og gratrað í bakpokanum. Já, þú var svo fyrst að sjá að halda myndar. Já. Ég var með 2 byssur. Hvað hélt ég að ég myndi hitta? Bjarndýr eða þú drýðast með þig? Ég skaut eina reynda gæs á leiðinni. Geymd hann í Drangavík. Hengd hann þar upp í rjáfur. Hún var til staðar þegar ég kom tilbaka. Svo náttúrulega gerðum flek. Ég er að segja það. Það er líklega frægasta. Það er það frægasta. Hver hafði hugmyndir af því? Eigum ekki að segja að það hafi verið ég. Já, það var ekkert framkvæmdan að Það var annað að gefa hann. Það gefur hann. En þessi saga, hún er svo merkileg. Hún verður að vera skráð. Ég meina að ég ætla bara að spila
Ég treysti mér ekki að skráða það. Ég get skráð hana, en þó var að gefa mér, ég man allt. Sveinn Kristjánsson verður náttúrulega að vera sagnfræðingur, en hann getur yfirlega, við látum hann bara lesa hann yfir. Svo læti ég Línu systir sko fínir sér það, vegna að hún sko penna. Karlmenn eru alltaf gróðir. Það var hvernmanniski. Nei, hvað þú blessa! Maður heitir alla, sagði. Hvernig býða við síðan hvað? Stónum við að borða. Einnig hvað við að borða. Ég þarf ekki að hafa mörgur þetta var ekki vanur að halda ræður. Og ég ætla að bjóða ykkur að gera svo vel og fá veitingar. Ég er veit með þessu. Þannig vanur. Góði gestir, rétt hjá Elías bróður minn. Ég er búinn að vinna bestan hluta ævi til að fyrirverið með kjaftinu. Það er ekki skrítið að hann segja að ég sé vanur. Ég kenndi næstu í 30 ár. Þegar gamlir kennarar byrja, þá vilja þær helst gera í 40 mínútur. Við erum prógramæðir inn á þetta. En nú er að hefjast át. Ég ætla að fara aðeins yfir veislukostinn, reyndar að fara yfir barinn fyrst. Lektur er búinn að kynna sér hvað er á boðstólnum þar. Það er bjór. Það er líka hægt að styrkja hann með því að fá sér svona vodkasnafs með. Síðan er þetta Samfylkingar rauð bolla sem margir eru svona að drekka. Já, henni. Og síðan er vatn og kókur. Síðan er hér á borðum, mér sýnst vera grafinn lax hérna og einhvers konar pati og villigæs. Hörður, það er alveg öruggt. Er það ekki villigæs, hörður? Koma hjá mér! Og svo er portrættir þetta hinn meginn. Það er alltaf meginn og það er ég sem stjórna því hvernig fá að tala í kvöld. Og ef menn vil ekki tala, þá getur vel verið ég skipið þeim að tala. Og svo er það einhverjir sem vilja fá að syngja. Og þeir sem vilja ekki syngja, þær vilja kannski láttir fá að syngja en hinn fá það ekki. Við sjáum því. Alltaf hérna. Við skulum fara að borða og eitthvað skipulag verður að vera hérna á þessu og að því að fjölskyldan mín hérna, þá best að hún fá að byrja. Gjörðu þess vel, þá börjum bara í því. Það er byrtingar! Solveig! Solveig! Já, bara maður tekið upp. Ég býð eftir þess að við. Stuð á fjör, sko. Þetta er nokkra lambakjöti svo þekkið og við sem erum hættir fyrir norðan Mýrabörn étum helst ekki annað en börn eða lambakjöt. Hestar hafa jafnan verið þar settir í jörð niður, beint. Kýr étnar með semingi, svín hafa menn ekki tekt. Og að engu kjöti hafa menn ekki viðbjóð þar fyrir norðan eins og á kjúklingakjöti. Helja var náttúrulega ekki til matar. Þannig ykkur er alveg óhægt að fara aftur að pottinum, þetta er ósvikið lambakjöt.
Nú, ég ætla þá, næst á eftir þessu, að lyfta þessu hérna glasi og biðja ykkur ágætu veislugestir að lyfta ykkar glösum og skála fyrir afmælisbörnunum hérna. Þetta er fyrsta skálin. Annars erum við með vanan mann hérna sem er alveg með prófið í og meistaraprófið í að lyfta og hann má alveg taka þann kannek frá mér sko þegar það líður á kvöld. En við skálum fyrir þeim afmælisbörnum Ingibjörgu Guðrúnu og Elíasi Svavari. Skál! Gjörðu þessu vel. Meiri matur. Ertu að aðtöða hvort að ég sé búinn að missa sjálfina? Ég get alveg glettir að ég sé gegnum þig. Serðu gegnum þig? Nei. Ég sé ekki um annan persónuleikann. Ekki það, ekki að draga. Allir á blað. Já, það herðist alltaf. Það var rétt sem á Júlni sögði. Ég meina, hvað er það sko? Final. Eru það ekki alltaf fannar í því? Það er alltaf mest af fjörur. Það er ekki að því þær verður bara hérna hjá okkur. Það fyrir Drögum að franta. Alltaf við lag. Þetta er mjög Mér er sagt, þeir eru að ganga hérna til borða, kannan frá hvernig matur það er, og ég skilur að landið hefur ákveð. Fékk sérstaklega helst þessari gæs sem var á borðinu. Það eru vitkur til að Hörður er ekki búinn að gá í húsi á sér, hæsta húsið. Það er bara þegar það kemur heim hvað þessi gæs er ekki mögutanningar. Þetta er ekki vittur gæs. Gæti þessi gæti verið hafi. Gæti þeir líka eitt af börnunum samans sem dægur er og verður ekki skreitt frá eftir. Nú fer bróðum að hefja sögustund. Ég var að segja frá því að hestar þetta verið settir í björn fyrir norðan, ænilega þetta léttust hráefni. Axel á Gjögri borðaði þó hrossakjöt og einhverju sinni fékk hann svona tunnu frá
skipulaginu í Steingrímsfirði, Hólmavík, að söltu hrossakjöti. Sauð sér væna soðningu og fór að borða. Þetta voru stórir bitar þegar voru settir í pottinn. En þegar þeir komið aftur upp úr, þá voru þeir mjög litlir og óþekkir á diskinn, þannig að þeir stuttu og bætinn hross undan að skaffinu þegar það var að veita þessu. Axel létur sig hafa það að borða þetta kjöt, en ringdi daginn eftir í Jón A, sem var kallað, Jón Alfreður var alltaf kallað í daglegu tali Jón Anskoti, og ræði við hann mannsins gagn og hausnjar og spyr hann svo eftir að hann hefði rætt hann: Hvernig það, Jón? Telur þú upp á það að Adam hafi átt hest? Já, ætli það ekki, segir Jón Anskoti. Hann hlýtur að hafa verið með hest, það voru öll dýr þarna í Eden. Já, ætli það mundi nú ekki hafa verið. Þetta mun þá hafa verið hesturinn hans Adams sem ég fekk sendan frá þér daginn. Það svo gaman. Nú. Við skulum nú reyna að hafa þetta afmæli og það verður örugglega fjörugt, en heima í Nýttisveit, þegar það voru haldnar svona skemmtanir, þá var alltaf, þegar unga fólki kom heim á morgnana, þá spurðu hinir eldri: Hverjir slógust? Það var aldrei spurning það hvort það væri slegist, heldur hverjir slógust. Það var hann að gefa góða skýrslu það. Ólu og Eyvi slóttu skóru við háa. Svo voru það nokkrir ungi menn sem voru svona ákveðnir svona barónir. Það væri mikið áfengi til á stallinu. Ef að einn ágætur maður var sofnaður klukkan 10, þá leit þetta mjög vel út. Ef hann var hins vegar ekki sofnaður klukkan 11, þá var ekki víst að þetta er mjög fjörugt barn. En ef hann var með meðvitund klukkan 12, þá var það alveg misstefnað. Þannig að þetta var nú svona fyrir norðan. En við erum hérna með band, Jónsveit. Það er Kristinn Elíasson, sonur Ella, sem spilar á gítarinn, og hann er með félaga sem með sér sem heitir Sigurður Már. Þeir eru líka með söngvara, en hann er veikur. Það komir að vera stængur. Nú hann er mættur á svæðið, söngvarinn. Það er ekki flótsu söngur, endur hins. Það er flott. Við vorum eiginlega búin að svona búa til varasöngvara á staðnum. Hann er eins og það minn. En er Pétur Jósef í hljómsveitinni? Hann situr hérna við borðið. Pétur væri góður að tróða húðir, að lemja húðir. Hann er selabóttir. Kafa húðir. Og strekka þau. En nú er önnur skál. Skál! Nú þegar ég frá þeim eftir að við búin að skála því að kynna fyrir ykkur þann mann sem hefur meistarablífi því að lyfta. Hann er lyftingamaður. Þungavíktar lyftingamaður. Skál! Skál! Gestur, slappu upp. Það er þessi maður sem er mesti lyftingamaður hér á Íslandi. Já, lengi, lyfta! Nú eiga menn að fara að halda ræður, ljúka því af, eða syngja eða fremja aðra skemmtan. Það er bannað, ég veit að frændmenn, hérna, þetta viknir það grófið allar menn hér. Ég var einhver við því að það er grófið. Ef þið vilja halda höndinni, ég hef tefur lagið. Það er bara einangur aðeins. Minnstu kosti heldur fingrin. En sem sagt, ég tek á móti beiðnum ræða. Og svo segi ég aftur skál. Þessar línunni og bjóð mér til alveg fullt af byssum og við fórum til Torfa sem að gaf út ævisögu sína hérna bæði fyrr og núna. Og þegar ég les þessa ævisögu hans Torfa og þegar hann leggur saman í restina gæfu
Hlustiði á mig. Þegar að Torfi leggur saman gæfu spor sín í æskunni og ánægilegu stundirnar og þær leiðilegu, þá segi ég, þá voru hérna 78% gleðistundir í hans lífi og ekki nema hinn helmingurinn leiðilegur. En svo sé ég, ef hann hefði munað það eftir viðskiptunum við Elías og mig, þá var þetta alveg öfugt snúið. Þannig að sagan hans Torfa, þetta er gleymska. Og þegar að í sögunni til dæmis er ég á 2 stöðum á mynd, annars getur ég róa norður í Kaupfélagið að ná í kost, því að þá hömluðu hafís og önnur veðravíti þess að það var hægt að ná í kost og við myndum svelta börnin í Finnbogastaðaskóla. Og þar stendi ég í stafni, eða aftur í stafni, og þar er ég með árinna. Og síðan er önnur mynd með frækilega björgun og þar er nefndur Elías Kristinsson og hann stekkur úti og Valgeir, hann bjargar barninu og Elías sagður hlaupa með langa stöng og ég spyr Elías, hvað, jú, stöngin, það var ekki Torfi minntist aldrei á stöngina, ekki í björguna, hlutverkinu, en þá ætlaði hann að ýta Þórólfi aftur úti. Hann hélt það að þetta er ekki sko Árneshreppti framdráttar að þessi maður fengi að ég segi ekki meira. Vil ég heyra fleiri næsti brandara? Já, ég get nú sagt þér ég get sagt ykkur bara endalausa svona brandara. Ég ætla að taka í millitíðinni lagið með Tolla Mortens og þetta á svo vel við Elías Kristins og áhöfn hans. Ég vaknaði morguninn, las blaðið át minn graut, kisti kvaddi kon og krakk og hélt síðan á braut. Fór niður á bryggu, þar bátur okkar flaut, síðan leistar voru festarnar og skipið öldu klaut. Stefna tekin vestur, það hauga bræla var, en við létum trollið fara svona á vanalegum stað. Stóð ég við gálgan, ég heyrði kalla Þór, síðan lýstist þú uppið myrkvisvatn dekkið rann mitt blóð. Með brotinn haus á dekkið dauður lá, þegar burtu báru kallarnir og björgum mig ná. Fluttur í land. Er ekkert að hlusta? Jú. Nei, þið eru ekkert að hlusta. Þá þarf ég bara að segja ykkur aðra sögur. Takk fyrir ég og Gvendur bróðir. Já. Ég er alveg síbreytilegur. Ég og Gvendur bróðir. Nei, ég ætla fyrst að segja ykkur eina aðra sögu. Og það er Guð bróður, jú. Ég var nú búinn að segja Elísan og hana með það sveinana. Og þá kemur Guðmundur bróður hérna fyrir 10 dögum til mín í heimsókn. Og Hallgrímur Strandagraður, hlustaðu nú.
Og þá segir Guðmundur að hann var náttúrulega fullur. Og þú ert eini bróðurinn sem getur umborið með Hörður fullur. Og svo var ég að setja upp jólaseríur. Og svo var hann að reyna að hjálpa mér við það að setja upp jólaseríurnar. Guðmundur, þú ert að tefja mig. Og þá sneri sér Guðni minn, ég elska þig og ertu nokkuð reið út í mig? Og Guðni sagði alltaf, nei, við elskum þig, Guðmundur minn, þú ert svo góður. Já, það ekki? Og það ekki. Svo settist hann við borðið og segir svo, þú ert alveg eins og ég, Hörður. Og horfir í augun á mér, þú ert alveg eins og ég. Og svo koma tveir bræður í heimsókn. Og það hefur líklega verið Óskar og Elías. Og Guðmundur bróður situr enn við borðið. Og þegar hann sér þá segir hann, þið eru alveg eins og ég. Og þeir eru svo góðir. Þeir eru alveg eins og ég. Og Kristinn Gála Dröngum, hann var alveg eins og ég. Og þá segir hann söguna því, þegar þeir voru tveir á grásleppu. Og ég spurði nú, ég held að hann væri með tóm fíflalætan Guðmundur þá, þegar að ég fékk mig svo staðreyndir og þær var réttar. Þá voru þeir á grásleppu eitt vorið, Kristinn Gála og Guðmundur. Guðmundur segir það að þeir voru að tala um lífið og dauðan. Og þá sátum við tveir og tveir. Hann og Kristinn í Fiskavík, eða Bæjavík eða Stekkavík, ég var nú aldrei klárað í hvort það var. Og voru að pæla í dauðanum. Og þá sagði hann að Kristinn hefði sagt, ég hræðist ekki dauðan. Vegna þess að ég man ekki eftir því þegar ég fæddist og ég man aldrei mun eftir því ég dey, þannig að ég þarf ekkert að hræðast. En snilldin í þessari sögu er svo að við sátum tveir og tveir. En það getur náttúrulega kannski verið að hann hafi séð tvöfald. En hann var einlægur og góður. Það vantaði ekki. Og svo hringdi hann í mig í gær og þá var hann að fljúga norður og bara heilsaði öllum og ég sagði, ætlar ekki að koma í að þú verður bara báðan fyrir nýja afmæli hjá Elíasi. Nei, ég verði að fara að sinna einhverju og það var ekki neitt. Það var ekkert sem hann þurfti nema álkonan. Svo eru þessar grillur og ég held að sjónin geði ykkur. Það er einhver álkona sem er alltaf að segja hana fyrir hérna. En besta sagan, hún er þú. Sem er náttúrulega alveg einstök og það er náttúrulega örfáar konur sem að geta gert þetta fyrrverandi mönnum sínum að bjóða þeim báðum í mat á aðfangadag. Það gerði Hulda Kjörumberg og bauð Guðmundur bróðir og Badda í mat á aðfangadag. Og Guðmundur hann flýgur hérna söður til þess að fara í mat á aðfangadag með Badda og Huldu. Náðu þið einn bjór handa mér, svo ég geta handa þér á bjórna. Jæja, þá var það ég og Gvendur bröðið, bróðið. Nei, ég er að klára þetta. Já, klára þetta. Og ég segi það við Guðmund. Já, hvernig fór þá veislan fram og þá segir hann, ég vorkenni Huldu, hún er alltaf peningalaus og alltaf til að hún verður að fá mann. Ég ætla bara að gefa hana saman við Badda aftur.
Og þá segir, getur þá ekki fengið pressenthempuna lánaði hjá honum viniðinum á Sauðarsholti? En það er svo langt að ná í hana maður, sagði hann. En þá segir Guðmundur, sko. Eða ég segi þá við Guðmund. Væri það ekki betra að þú bara ekki næðir í Huldu og hann því, sko, ekki maðurinn hennar? Já, hann sagði að hún hefði verið að taka niður fyrir sig þegar hún náði í badda. Ég sagði að, varst þú svona merkilegur maður? En staðreyndi var svo að Baddi, hann lamdi Huldu. Og Guðmundur bróðir langaði að ná í hempunas... Nú ég aðeins að fara út fyrir þarna... Jæja, nú tökum við Guðmund bróður. Ég að fara aðeins út fyrir það sem ég ætlaði að segja. Og nú spilar við hérna Árnesi, í Árnesinu. Hérna, í Sveitarfélaginu. Já, þegar við höldum til norðurs. Já, höldum til norðurs. En þetta hérna það þegar ég... Við höldum til... Ef þið viljið þekkja sveitina fyrir norðan, þá skuluð þið fylgja mér í hverju einasta erindi. Því að ég byrja hérna í Veiðileysu og ég enda held ég á heiðanum, á Drangaskorðum held ég. Við höldum til norðums og nálgumst þann reit, það sem náfrændur búa í hrjóstrugri sveit. Þar þokan oft ríkir og ráar ból og reynt í klettum og sér hverjum hól. En og syngjum við, verum samkátir og kyrjum þann söng sem að keysluna styttir vor kvöldin laung. Og hérna á Gjögri hún Regína reit að raunsýni fréttir úr þokunnar sveit. Ég man eftir einni sem úr því svo skar og eflaust varð mörgum til smá skemmtunar. Það var þegar að 3 systur mínar giftust, það nú bara einstakt. Í Árneshrepp töðu af töluvert var, tilhleyping nýbyrjuð víðast þó hvar. Og hrútarnir ferlega fjörugir nú, og fólkið það giftist og stofnar sig bú. En verum samkátir syngjum með og kyrjum þann söng sem að keysluna styttir vor kvöldin laung. Á Seleyri var með svartsýnistal, ef strandamenn bugar ei grasleys og kal. Þá verður það bjarni sem blæmir þá burt og byggból á ströndum ei framar mun spurt. En berum samkátir og kyrjum þann söng sem að keysluna styttir vor kvöldin laung. Og ég þakka fyrir mig. Guðmund bróðir? Já, það er... Ég verð að taka Guðmund bróðir. Já, það er alveg lauslega. Og þá gengur ég og Gvendur bróðir. Já, gramt var oss í sinni,
frændur góðir. Ég íspjöld strax með einu höggi svæði, en í eldurstróknum gvendur rostum kæði. Jóhanni skeðu ótal ævintýri, einhverri tíman seinna máski skýri, frá fleiru sem að dreif á mína daga. En drengir góðir, hér eru búin saga. Við urðum að taka Guðmund bróðir. Því að Guðmundur bróðir á ég að fara með einu sinni enn harmoníku söguna. Já, þá sem ekki fyrir hafi heitt. Já, það er síðast sagan, harmoníksagan, hún er góð. Þetta er ein af þeim sögum sem að sýna hvílíku geðklofi getur... Þetta er svona læknasaga. Og það er nú ansi mörg ár síðan, ég er að vera 50 og Guðmundur bróðir var þá að vera 30. Það er mörg ár síðan, Guðni. Það er 25 ár. Það er 25 ár. Hann er góður í reikningasveit, enda kennari. Og það er þannig að við systkinin erum að spá við nú er Guðmundur bróðir orðinn 30 og hann er bóndi norður á Ströndum og erfitt að koma gjöfinni til hans og það er engar ferðir á bíl og þau ákveða og ég ákveða að ég skal bara fljúga með gjöfina norður til Guðmundar bróðirs og við sláum öll saman í austur-þýska harmoníku. Sjálfstæðismannur. Og þetta var, já, hún kostaði nú sitt. Það verður heilsalandir maður. Heyrðu, við keyptum hann ekki af Guðjóni. Það er kannski verið frændast. Gæðu mér enn. Það vildi það vel til að það var einn á lausu hérna með mér að vinna á Selerinni sem var til í svona fíflaferð. Og ég náttúrulega kemur og það var búið að borga harmoníkun og Hörður Jónsson gerir svona alveg og ætla að fara rjúpaskittur í leiðinni. Tekur með mér alveg fullt af skotum og nóga brennivíni, það var alveg skilyrði til þess að... Afhending gæti verið farið fram? Já, afhending gæti farið fram að hún er að gera svona í skjóli gleðskapar og Doddi Kallgreið, það var þá í Djúpuvík. En það er alltaf, ég nefni þetta strax, þetta er eins og ég segi sögu sko. Þórður Magnússon er á Djúpuvík á þessum tíma. Jæja, síðan flýg ég suður og lendi á... Síðan flýg ég norður og lendi á Gjögursflugvelli. Og ég man ekki hverju andskotanum keyrði okkur til Guðmundar. Ég held að það verið Koppa Gjögri eða allavega einhvern veginn. Ég man það að ég lappaði allavega ekki yfir þarna hálsinn. Ætli Guðmundar hefði ekki bara tekið á móti okkur og keyrt okkur eigin. Og síðan
eldar hann handa okkur eitthvað helvítis, ég man ekki hvort við átum neitt eða. Og ég er ekki búinn að taka utan af gjöfinni. Og gjöfin, hún er fram í gangi og Guðmundur orðinn hálf mildur. Og svo fer ég inn og segja hann, þetta ætlum við systkinin að gefa þér, Guðmundur. Og þá fer ég inn með harmonikuna á. Kemur og segir, ofsalega eru þið góðu systkinin minn að gefa mér harmoníku. Hvurslags, ég hef aldrei átt þetta skilið. Þið eruð að gefa mér eitthvað sem að ég hef ekki átt skilið. Hann er grátklökkur, faðmar mig hérna fram og tilbaka. Að gefa mér harmoníku. Þetta var að dýrmætt þetta sem að nokkuð tíman hafi getað hugsað sér að fá. Það var harmoníka. Jæja, og harmoníkan, hann tekur eitt tvö lög á harmoníkuna. Kemur ekki Doddi í heimsókn. Þá hafði hann runnið á lyktina. Alveg frá Djúpuvík. Og síðan hérna spjöllum við saman, ég og Doddi og allt í hinnu. Nei, ég bara áfram með okkur. Og Doddi svo hrifinn líka harmoníkun og Guðmundur lætur hann að finna sína bestu tóna. Og svo enda þetta svona, ég var nú að fara fljótt yfir sögu núna. En það endaði svoleiðis að ég er eltur út allt hús til hvers andskotansvast að gefa þess að djöfelsins harmoníku, til hvers ætluðu þið eiginlega systkinin að mér. Svo dró hann Dodda kallgreyið á annarri löppin út úr rúminu og spurði hvort að hann var í samstarfinu með. Til hvers andskotast þið hefði átt að sjá hann þegar hann horfði á mig og sagði til hvers andskotast er að gefa þessu djöfelsins harmoníku, til hvers ætlust þið eiginlega til að mér. Búið. En þetta er satt. Ég er ekki að ljúga. Ísækjaðar tilraunir að tala sögur. Og við byrjuðum stundum mjög saman með svona nýja ketti. Það var mjög svona 2, 4, 5, 6, 8, eitthvað svona aldrei, setjum það. Og þessi 4 ár sem ég tók með honum og við prófum þetta oft. Hann byrjaði oft á meginsögu, svona 9 leituðar ketti. En til þess að meginsagan geti gengið upp, þá var hann að kippa til persónu sögunar sem getur verið æðimargar og af þeim þarf að segja náttúrulega ákvæmlega margar sögur og til þess að geta kippt auka sögum þá þarf að koma aðra persónu þar í sögu og af þeim þarf líka að segja sögur. Þannig að í þessi 4 ár fékk ég aldrei meginsöguna og ég ára yfir því hver sú saga var. Allist upp á sjóregnu, mikið kæstu, brosandi sviðum sem voru grænleitt og naglar dregnir úr spýti með tönnunum. Það var hart í búi oft alltaf norður frá. Þú kannast við það, vantaði þið með pennuna. Jæja, síðan var haldin messa mataræði Íslendinga og Elías var það fremstur í flokki og ég hugsaði með mér að þessi norður hér að vikingur, hann myndi nú láta sig hafa það. En einn morgun þegar við vorum að koma á vakt, þá var Tóti, kokkur, besti kokkur í heimi. Standa upp Tóti, gefa þér gott klapp og segja hvernig Elías er í laginu, það þér að kenna. Hann var með súrmeti, skyr og slátur sem ég græninginn settist upp borðið og fór að háma þetta í mig. Kemur ekki norður hér að víkingurinn, tekur sér djúpa disk og rjómaskál.
Og hvað tegði hann sig í næst? Ég held að það er nú eitthvað súrt. Nei, það var kókapöfs. Þá breytist norðurhjaravíkingurinn í sjampóvíking. Ég er enn að jafna með þessu. Og er með áhuga blóðrösting. Þórir, þú segir einhver frá því hvað hann mældi síðast? Bara fljótur að aðlægast. Ég komst að því að þessi maður var mjög hugmyndaríkur. Lappaði fram og aftur og las bækur, aðalega aftur á bæk. Því hann kom einu sinni einn morguninn upp á kojunni alveg svoleiðis skjanna hvítur í framann, nýgreiddur og nýbaðaður og sagðist þetta að taka upp nýja trú. Það var í mormónatrú. Því að það var í fjölkvænistrú. Ég horfði á hann smá stund. Ég þarf ekki, þú ert bara öskra ekki frá áttina. Gott kvöld og byrja því að þakka þeim Jónu fyrir að boðin í kvöld og það hljóta eitthvað skemmtum þeirra. Ég bara væstu það, því að það er ég ætla ekki að halda niður að langa lofræður eða neitt slíkt sem kvöld, en bara segja ykkur kannski eina eða tvær svona sögur til að létta ykkur lundina. Ég er að byrja á sögu af frænd okkar, Guðmundi litla þara frá Ísafirði. Þið viti kannski ekki mörg hér hvers vegna hann er kallaður litli þari. Hann er kallaður litli þari af því að pappa sem var kallaður Guðmund þari. Er það ekki pappið þinn? Nei, það er föðurbróður minn. Guðmundur þari Guðjónsson var Þorláksfirði. Var að ég verið kallaður gegn yfirlaundi nafninu Guðmundur þari, en Guðmundur Guðmundsson, sonur hans, var kallaður Gummi litli þari. Þetta er nú sér hérna náðargáfa, hérna Vestfirðinga, sérstaklega Ísfirðinga og Bolvíkinga hittir að gefa mönnum svona nöfn, yfirnöfn. Og ég var náttúrulega að snemma í elsku þess aðnjótandi að vera skýrður þeirri viðurur ættarþælu að kalla Raddigíta Guði. Og sendu þér á mynd. Og þið ekki það var ágætt og gegn því ábyrgða enn þannig í dag. En saga sig að segja ykkur að Guðmundi, þetta þar er þannig að hann var ungur fyrir því óláni að fara með hendi í stórviðasögu með föðursinni. Ég missti 2 fingur og hálfan annan. Og svo gerði sagan þannig að það var blóðsöfnarbíll á Ísafirði að safna blóði. Og fólki sem hafði verið í hraðfrystihúsinu á Ísafirði Ísúsfélaginu það var beðið að koma og gefa blóð á heilsuverndarstöðinni. Og það ýtti svoleiðis á að Guðmundur sem var lengi nefnir á Pálsíni, hann er ekki básmaðurhöfund, hann þurfti að fara til læknis þennan dag sem að fólkið í Ísúsfélaginu var að gefa blóð. Og Guðmundur var ákveðlega stríðinn, fljótur að átta sig á því ef hann gat gert svona ólægt grína náðum. Og biðstofan var nánast full af fólki sem var að gefa blóð. Meðal annars var þar maður á okkar aldri aðeins yngri heldur við Guðmundur einu ára heldur ég. Ég er 57 og ég heitir Jens Markússon. Og hann var þannig til að gefa blóð. Svo fækkar í röðinni og Jens var á undan Guðmundi að fara að inn. Svo segir Jens við Guðmund, Guðmi, hefur Guðmundi að gefa blóð? Guðmundi fattar eða eins og skot að strákurinn er smeykur við að gefa blóð og segir já, ég gef blóð. Það mistókst einu sinni en fórst í annað sinni. Nú, segir Jens. Já, það er ekki svo mikið mál.
Nú, hvað gerist þá? Þú sjáum það, sko, að tóst, mistótt einu sinni og svo tóstaði hann aftur hinn og tók við bara háan. Og svo líður og býður og það ekki nema ein manneskja á undan Jens. Þá ríkur Jens upp og segir, hérna skal póstinn. Og hann sást ekki meir. En það trúa hann var frekar svona, það var saklust strákur, frekar auðtrúa. Og trúli sjálfsagt því að Guðmundur var að segja hún satt. Og þannig var gefið blóð og það verið teknir hálfur hringur af mömmu. Og ég skal bæta einni sögur við. Hún nú ekki á okkar ættmenn, men hún samt að bróðir þessa Jens Markússon. Hann heitir Þorsteinn og hestamaður og hann átti hesta út í Hnífsdal. Og hann búið fyrir þá sem vita hvað það var í Hnífsdal. Það bjó manneskja fyrir á síðustu öld sem heit Júlíana út Vörufirði og allir júla í búð. Ekki einhverja hér inni sem muni fremmi. En það nú hesthús. Og Steini lenti í því að rissan hans festist í gattanum og reif stóra risp og annan æði. Og svo fekk hann dýralæknir og sagði þetta saman og það tókst ágætlega af. Og segir hann við Guðni dýralæknir, og hvað á ég svo að gera? Já, þú tekur bara sauman úr eftir svona hálfa mánuð og setur eitthvað gott yfir sárið, þetta með bara dömubind og festir það svo við með góðu límbandi og þá verður þetta alltaf lægi, því að það geta kallið mig aftur. Já, eftir 14 daga þá ákveður Jens að fara að skoða sárið og sér að það sæmilega gróið og allt til að fara að taka sauman úr. Og hann fer inn í apótek og fer í röðina á konunum og þegar það kemur að honum þá segir afgreiðslustúlkan, hvað vantar þig? Einminn. Já, mér vantar döfmyndi. Já, segir afgreiðslustúlkan og hvernig vil það hafa þau? Ég veit það nú ekki, segir Steinin. Rífan í 14 cm löng. Þetta minnir ég á aðra sögu. Svipuð toga að vísu. Norðan úr Varmnesirni. Það var afgreiðslumaður í kaupfélaginu sem Sigurgeir hét. Það var heyrði nú illa en var afskaplega vandaður maður í raun og veru. Einhverju sinni komu úrgöndafólk í Hjörvogi og þá var hann að flytja í kaupfélagi það sem kallað var Kódex. Og það voru döfubindi. Og einhver þeirra dama fór hann að bóðin til Geir og sagði ég ætla að fá Kódex. Og það, hvað sé ég? Ég ætla að fá Kódex. Afgreiðslumaður snýst í 3 hringi, tegir sig upp í hillu og næri svona í frón kexkanta á hérna. Svona þetta, einn saga réttur sig af annari. Hvað sér þau? Þetta eru 2 sögum með lána. Getur þú að standa til að standa upp? Já. Já, ég verður að venda. Nei, þú verður ekki. Getur þú að standa til að standa upp? Hvað er það eitthvað? Ég var samt ekki nógu vel. Alla sögur kunnum þið nógu létt, vil segja það samlega. Svein, stóð saga má aldrei gjalda sannleikar. Þú ljúga einhverjum. Já. Og allir verður næstu. Og ekki veldu gólfið. Jú, það er best. Já, þetta var nú með þennan sama Geira. Og Guðjón, bróður og Sæla.
höfum hann stundum ekki alveg lagað því að fara eftir klukku. Það var kannski nokkuð sama þó að það væri ekki færist nú fætur eða minna svona. Og það kom í kaupstæði þriðja föstudaginn í röð, rétt fyrir 6. Og Geiri þegar nú eitthvað að tala við hann, það séu ekki alveg nógu gott, það kom alltaf rétt fyrir 6. Og Guðjón segir að sparka við lið. Þá var það fyrir á staðinn. Þetta er Hallgrímur Guðmundsson úr Reykjavík. Þeir hengja mig allir hér maður. Þegar Sveinur kom inn á hérna, það er síður strandamanna að fara að segja strandamannasögur þegar þeir hittast. Og það er náttúrulega aldrei betra en núna. En svona áður ég kem að, áður ég verið að segja goggasögur, þá náttúrulega það minnast ekki að vera að tína upp svona fyrstu hannæri, núna síðustu misserinn, mér finnst ég í rauninni eiginlega ekki hafa komið í fimmtugsafmæli í 48 ár. Í 48 ár. Og þegar gáðum aðsjónu. Hinnur hérna og mikið á sömu andlitunum. Það var þetta þegar drykkjumannsferið okkar frangabræðra hóf. Þegar Kristjánsson var 50. Það er svona minningar sem ganga í gegnum öll fimmtugsafmæli. Þetta voru drangar. Það síðasta sem ég man úr því afmæli var þegar Guðrún hvarf fyrir Drangarstöðum og bergmálaði söngur þegar allur Árneshreppur stóð á stekkinn og Guðrún og söng og Geirólfsnúpur á Drangarstöðum tók undir. Þetta var gott ef Agra hérna ekki bergmálað það. En hvað það ég ætla að segja strandamannasögur. Þannig var að norður í Bolungarvíkurströndum þar bjuggu mann fram að manni sama ætting. Þetta hefur verið snemma á 20. öldina að Finnbogi gangi sem Vilmundur Jónsson segir frá í sínum meðmýringum. Bjóð þar og en hans dagar taldi náttúrulega út og þegar að hann dó þá verða þarna uppi vandræði að það sótt fólk á næstu bæir, þannig að það hefur vitni að samtali þeirra bræður, Eymar og Jónasar sem að tekna í búi. Og vandræðin voru í því fólki hvernig þetta var harðinda vor, það er ekki hægt að koma, það er ekki hægt að taka víti í jörð og vandræðin voru þessi sem hvað ætti eiginlega að gera, hvernig ætti að geyma kallinn því það var alveg vonlaust vegur að fara með þeir inn í Þurufjörð til Gröfturinnar. Og Eymar syngur því að Jónas bróðir hvort að setja hægt að setja henni í skaflinn. Nei, það er ekki hægt eftir þeirri, já. Það er ekki hægt, það er ekki hægt. En þá segir Jónas, ég get nú gráðið en útfalli. Lagúldir það. Lagúldir það. Svo kom Jónas með það. Við reykjum hann. Ég hef sagt að þegar Hólmar kom í Furufjarðarkirkju þegar jarðarfarið Vesturgeng í kirkjuna þá hafa lagt á móti þetta indælis hangi kjörskil eins og það er komið jólin. Þetta voru hallindi menn þarna var í Þúsberg. Einhverjum sinni voru þeir í skollaleik í Bólungarvík og með systur sinni og hún svindlaði hún kíkti um þenninn og tóku þeir gúmmíbætur og lím og límdu við öðru og var blind af flæði. Þetta voru hallindi menn. Hvað segir mér ég að sögja þessum mönnum?
Þá fluttu þau hjón, ég man ekki hvað þið hétu, allavega fluttu konungverð. Konan hafði ekki búið skartklæðum í búskapinu í konungverði. Og Jónas að sína sér. Og hún sér í verslun Einars Guðvíssonar þar haustið en Kristján var alltaf byrjuð sveitin haustið. Sér hún þar fólkunar fagra græna kápur í glugganum í verslun Einars Guðvíssonar. Og hún segir, ég hef nú til gengið í grænum kápum dagana og myndi þú nú ekki vera gefa mér þessa grænu kápur, segir hún mann sinn. Það heyrðist eitthvað, já snuggaði Jónas hnugg. Eftir jólinn þá ennþá þessi græna kápa í glugganum. Hún nefnir það við hann, það farið að lengja daginn. Það svo gaman að eiga græna kápu. Ég hef aldrei eigað þessi kápum dagana. Kallinn hristi sig og stússar og farði einhvern. Þegar það komið fram á vor, þá kemur hún aftur að máli við bónda sinn og segir, heyrðu, þessi græna kápa ennþá til sölu. Ég hjá Einari Guðs. Og nú hún að niðursetta þeirri. Það væri nú gaman að geta snóka sér hér göturnar í konungverði og þessari grænu kápu sínum. Þá horfir hann mjög stillilega í augum sinnar, tekur í hönd hennar og mælir við hana mjög elskulega og segir: Vertu róleg, þú færð græna kápu. Þú færð græna kápu. Þú færð að lokum stóra græna.